Askja er eldstöð sem er með stóru kvikuhólfi undir. Og það sem getur gerst og gerist reglulega í öskjum, þetta eru stórar eldstöðar, því að kvikuhólfið er hérna undir, það kemur stórt gos og það sem gerist svo er að kvikuhólfið, af því að ef þetta er svona og það er að gjósa hérna upp úr, að þá hreinur kvikuhólfið saman, þannig að það myndast hóla hérna ofan í sem getur svo fyllst af vatni. Það gerðist til dæmis eftir öskugosið 1875 og þá myndaðist öskjuvatn. Flestar stórar öskjur á Íslandi eru undir jöklum, eins og til dæmis Katla eða Grímsvötn. Og þá er þetta fullt af ís. Þannig að við sjáum stóru öskjurnar okkar ekki svo glatt af því að það eru huldar jöklum. En askja, sem augljóslega er askja, er svona skýrasta dæmið, en öskjuvatn er bara hluti af öskjunu. Askjan er í raun stærri. Til dæmis er askjan í Kötlu það stór að höfuðborgarsvæðið kæmist fyrir hérna í opinu ef við tækjum jökulinn í burt og sæjum það. Þannig að þetta geta verið gríðarlega stór op og það er í raun bara hluti af opinu á allri öskjunni sem að fellur saman. Þetta fellur ekkert alltaf saman, það bara getur gert það.